Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 18. janúar er annar sunnudagur eftir 13. Þema dagsins er meistari gleðinnar, lífsins lind. Í leksíunni sem ég mun tala út frá er sagt frá köllun Samúels. Í pistlinum skrifar Páll að hinn réttláti muni lifa fyrir trú og í Guðspjallinu er sagan af Sakkeusi, en hún var umfjöllunarefni þáttarins 15. janúar 2023, eða fyrir 3 árum. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap leksían færir okkur, en hún er úr 1. Samúelsbók. Sveinninn Samúel gegndi nú þjónustu við drottinn undir handleiðslu Elí. Á þessum tíma var orð drottins sjaldgæft og sýnir fátíðar. Einhverju sinni bar svo við að Elí lá og svaf þar sem hann var vanur. Hann var hættur að sjá því augu hans höfðu daprast. Lampi Guðs hafði ekki enn slokknað og Samúel svaf í musteri drottins þar sem örk Guðs stóð. Þá kallaði drottinn til Samúels og hann svaraði, já, hér er ég. Hann hljóp síðan til Elí og sagði, hér er ég, þú kallaðir á mig. En hann svaraði, ég kallaði ekki, farðu aftur að sofa. Og Samúel fór að sofa. Drottinn kallaði þá aftur Samúel og Samúel reis upp og gekk til Elí og sagði, hér er ég, þú kallaðir á mig. En hann svaraði, ég kallaði ekki sonu minn, farðu aftur að sofa. En Samúel þekkti ekki drottinn ennþá og orð drottins hafði ekki enn opinberast honum. Þá kallaði drottinn Samúel í 3. sinn og hann reis upp, gekk til Elí og sagði, hér er ég, þú kallaðir á mig. Nú skildi Elí að það var drottinn sem kallaði til drengsins. Elí sagði því við Samúel, farðu að sofa, en kalli hann aftur til þín, skaltu svara, tala þú drottinn, því þjónn þinn heyrir. Samúel fór og lagðist fyrir á sínum stað. Þá kom drottinn, nam staðar andspænis honum og hrópaði eins og í fyrri skiptin, Samúel, Samúel. Og Samúel svaraði, tala þú drottinn, því þjónn þinn heyrir. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Forsaga þessa texta er að Hanna móðir Samúels hafði grátbeðið Guð að gefa sér son og hét því að gefa Guði hann ef Guð bænheyrði hana. Þegar Samúel var enn mjög ungur fór Hanna með hann og skildi hann eftir í musterinu hjá Elí spámanni. Uppkomnir synir Elí voru óguðreknir þrjótar. Synd þeirra fyrir augliti drottins var mikil, því að þeir svívirtu fórn drottins og þeir létu ekki segjast þó Elí reyndi að tala fyrir þeim. Guð sem hafði valið Elí til þjónustu rauf þá ákvörðun og kvaðst setja trúan prest sem heiðraði Guð í embættið. En synir Elí skyldu allir deyja ungir. Og þá erum við komin að texta dagsins. Elí var farinn að eldast og sjónin að daprast, en Samúel enn barn ungur þjónaði í musterinu. Textinn segir, lampi Guðs hafði ekki enn slokknað. Það er að segja, Guð hafði ekki enn gefist upp á því að finna eftirmann Elí. Og það er tekið fram að orð drottins var sjaldgæft og sýnir fátíðar. Kannski var Guð að bíða eftir rétta tímanum til að kalla Samúel til þjónustu.
Köllun Samúels einstök að því leyti að hann enn svo ungur þegar Guð talar til hans. Guð kallaði ekki á hann í gegnum draum eða sýn, heldur með eigin rödd. Þess vegna taldi Samúel að Elí væri að kalla á sig. Guð kallaði þrisvar og í 4. skiptið kom drottinn í eigin persónu og nam staðar hjá Samúel. Og þá svarar hann Guði eins og Elí hafði sagt honum að gera: Tala þú drottinn, því þjónn þinn heyrir. Við þekkjum þessa sögu vel enda hún oft sögð í sunnudagaskólanum, en það hefur farið minna fyrir því sem Guð sagði við Samúel. Kannski vegna þess að Guð var ómyrkur í máli og Samúel enn ungur að aldri. Guð sagði Samúel að hann ætlaði að láta rætast dóm sinn yfir ætt Elí. Enginn í hans ætt myndi ná gamals aldri, því Elí hafði vitað og fengið viðvörun frá Guði að synir hans sem áttu að taka við af honum í musterinu lastmæltu Guði og svívirtu fórnir sem fólkið færði Guði. Ónafngreindur guðsmaður hafði komið og sagt Elí frá dómi Guðs. En Elí hafði samt ekki hengt sonum sínum fyrir hegðun sína. En viðurlögin við brotum þeirra var dauðadómur. Eftir dauða Elí varð Samúel mikill spámaður og dómari. Hann endurreisti lögmálið og hefðbundi helgihald í landinu. Hann gerði syni sína að dómurum í landinu, en synir hans fetuðu ekki í fótspor hans. Þeir voru ágjarnir, þáðu mútur og hölluðu þar með réttinum. Sagan endurtekur sig sífellt. Fyrri Samúelsbók spannar þó nokkuð langt tímabil og næstu kaflar á eftir greina frá því þegar sáttmálsörk Guðs féll í hendur Filistea. En Guð sló þá kýlum og þeir skiluðu örkinni aftur til Ísraelsmanna. Samúel líkt og aðrir spámenn Guðs varaði þjóðina við falsguðum og spillingu, en þegar hann var orðinn gamall og útséð að synir hans tækju við af honum, þá komu öldungarnir saman og báðu hann að fá þeim konung. Samúel mislíkaði þetta. Fram til þessa hafði Guð verið konungur Ísraels, en Guð sagði við Samúel: Hlýddu kröfu fólksins og gerðu allt sem það biður Þjóðin hefur ekki hafnað þér, heldur hefur hún hafnað mér sem konungi sínum. Samúel kryngdi Sál og á eftir honum varð síðan Davíð konungur Ísraels og svo Salómon. Þó Elí og Samúel hafi báðir verið þjónar Guðs, þá erðist hvorki trú þeirra eða heilindi við Guð til sona þeirra. Guð kallar okkur öll til fylgis við sig, en sagan sýnir að kallið nær ekki til allra og ákvörðunin hvers og eins. Spámenn Guðs voru ötulir að minna fólk á að Guð kallar alla til fylgis við sig. Og framhald textans í Jesaja, sem Jesús las þegar hann opinberaði hver hann í samkvæmduhúsinu í Nasaret. Sá texti inniheldur fagra lýsingu á loforðum Guðs sem snúa sér til hans. Textin sem Jesús las hljóðar svo: Andi drottins yfir mér því að drottinn hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sýn, láta þjáðar lausa og til að boða náðar ár drottins. Þegar hér var komið lauk Jesús bókinni aftur og fræðimennirnir þekktu vafalaust framhaldið sem segir að Guð muni hugga þá sem eru hryggir,
krýna syrgjendur höfuð djásnum, smyrja þá með fagnaðarolíu og gefa þeim skart klæði. Þeir verði réttlátir og birti dýrð Drottins, og þið, það leiðtogar gyðinga, verði nefndir prestar Drottins og kallaðir þjónar Guðsvors. Leiðtogana beið ákveðið hlutverk þegar Messías, hinn smurði, kæmi. Þeir biðu þess að þessi spádómur kæmi fram, en það má segja að þegar kallið kom, þá heyrðu þeir það ekki. Þeir voru of uppteknir af þeirri hugsun að þessi sonur Maríu og Jósefs hafi guðlastað, að þeir mistu af loforðunum sem voru gefin þeim sem snéru sér af hjarta til Guðs. Fylg þú mér, sagði Jesús, og boðskapurinn kallar okkur til Guðs ríkis. Og hann sagði, margir eru kallaðir en fáir útvaldir. Með öðrum orðum, margir eru kallaðir en fáir svara kallinu. Já, þema dagsins meistari gleðinnar lífsins lind. Lífið blanda af gleði og sorg, hamingju og óhamingju, heilbrigði og þjáningu. Við höfum heyrt kallið og höfum svarað því. En ef við líkjum því við símtal, þá erum við ennþá á línunni. Ekkert mun gera okkur viðskila við Guð, því að frá Jesú rennur lind lifandi frásagna sem styrkja trú okkar, gefa okkur kraft, andlega sjón og heyrn, aukinn skilning og ylja okkur hjartarætur. Og Guð gefur okkur kraftinn til að bera fagnaðarerindið áfram. Kjörorð okkar ættu að vera sömu og Páls postula sem hann skrifaði í pistlinum. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs sem frelsar hvern þann mann sem trúir. Réttlæti Guðs opinberast í því, fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Jesús kom til að leita hinu týnda og ég vil trúa því að hann hafi á einhverjum tímapunkti fundið mig og þig. Kveikt trúarneistan og að hann blessi okkur áfram til þess að auka þekkinguna með því að lesa, hlusta og dvelja í boðskapnum. Ekkert okkar réttlátt, heldur mun Guð réttlæta okkur fyrir trúna. Við gleðjumst því og fögnum með hverjum þeim sem að bætast í hópinn, því Guð vill ekki að neinn glatist. Hann tekur á móti öllum sem heyra kallið og hann kallar á allar þjóðir. Jeremía spámaður kallaði á götum úti, þjóðir, hlýðið á orð Drottins, kunngjörið það á fjarlægum eyjum og segið, sá sem dreifði Ísrael safnar honum saman. Hann gætir hans eins og hirðir gætir hjarðar sinnar. Jesús var sendur til að flytja gleðilegan boðskap og til að boða náðar ár Drottins. Eins og stóð í lexíunni, þá hefur lampi Guðs enn ekki slokknað. Ljós heimsins lýsir enn í myrkrinu. Guð að kalla, því náðar ár Drottins núna. Já, eins og slagorðið segir, lífið núna. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.